Pavel Bartósek næstur á mælendaskrá og þegar hann hefur lokið máli sínu þá ætla ég að loka mælendaskrá. Takk formaður, takk fyrir framsöguna, varaformaður að nefndar. Nú, ég sé að nefndin hefur einhver leyti tekið tillit til athugasemda frá fræðimönnum og hér ég með fyrir framan mig minnisblað frá Aðalheiði Jóhannsdóttur. Það sem hún gerir athugasemdir við ýmislegt af því orðalagi sem í tillögum nefndar og sumt að hefur tekið tillit til annað ekki. Til dæmi segir hún að þessi óþarflega hátíðlegu blær að upphæði 27. greinar. Þá við með friðhelgi og ævarandi eign þjóðarinnar og ég einhver leyti verð ekki að vera að segja að ég deili mjög svona þeim skoðunum sumra fræðimanna sem tjá hafa sig þessi efni. Að mér finnst sumar greinar þessar vera þannig að það vantir svolítið svona upprópunarmerki á eftir sumum setningum. Þannig að maður getur svona sannarlega fundið þann anda sem ríkti þegar þær voru skrifaðar. Mér finnst þetta til dæmis endalausa tilteknum sölu og veðsetningu einhvern veginn ekki slá mig sem rosalega góður stjórnarskrártexti að ekki megi selja hitti að veðsetja. Nú ef við förum aðeins í gegnum þetta þá þarna tiltekið að náttúra Íslands friðhelg og það bara ágætt að maður átti sig á því hvaða breytingar og hvaða tillögur það eru sem leggja til. Við erum ekki einungis að setja okkur markmið eða senda skýr skilaboð eins og fólk verið stundum láta. Við erum að setja lög sem þess eðlis að þeim verður ekki auðveldlega breytt, heldur þurfa að fara gegnum strangt ferli til þess. Nú það að náttúra Íslands friðhelg þýðir einfaldlega það að dómstólum eru falin aukin völd og auknar heimildir til þess að stöðva framkvæmdir og að hvaða einstaklingur sem í ljósi annarra greina getur farið og krafist slíks og á grundvelli þessara greina þá réttastað þeirra sem vilja standa vörð það að náttúran verði ekki nýtt með einhvern hætti og vilja standa vörð að hún haldist óbreytt frá því sem nú þeir hafa fengið sterkari lögfræðir vopn í hendur heldur þeir hafa haft. Þetta þýðir það de facto. Sko, við vorum á seinasta fundi hún taka fyrir að samþykkja mikið af efnadslegum og félagslegum réttindum og þau réttindi eru þó þess eðlis að það einhver ákveðin einstaklingur sem hefur hagsmuna að gæta sem getur farið með eitthvað mál og unnið það og fengið því framgett sem maður vill í sína einu þáu. Með því að veita náttúrunni eða dýrum eða jarðvegi sambærilega vernd, þá einfaldlega að vera færa til pólitískt vald, þannig að það verði ekki lengur tekið á grundvelli lýðræðislegra ákvarðana, heldur verði tekið á grundvelli dómstóla og í dómsal. Og kannski það nákvæmlega það sem menn vilja, en þá kannski ágætt að átta sig að það það sem þetta mun þýða. Það mun þýða það að það verður auðveldara fyrir náttúruverndarsamtök að fá ákvörðunum einhverja framkvæmdir sem þykja vera náttúru spillandi hnekkt. Það þýðir í mínu vissi nákvæmlega það. Nú, ýmislegt í þessari grein auðvitað þannig að það kemur ekki heim og saman við þær tillögur sem Aðalheiður Jóhannsdóttir hefur lagt til. Til dæmis segir að nýtingu náttúrugæða skal hafa þannig og þau skerðist ekki til langframa. Og sum náttúrugæði eru þannig að þetta hægt. Önnur náttúrugæði, þar með talin til dæmis að mörgum jarðvarmi eða hverskins ekki óendurnýtanlegir orkugjafar þess eðlis að ekki rætt að nýta þau til langframa þannig að þau skerðist ekki vegna þess að þau takmörk í eðli sínu og þá má velta fyrir sig hvort að greinin sem slík hamli það að menn geti yfir höfu nýtt slík náttúrugæði. Nú, varðandi náttúruauðlindir þá sem grein 29 þá þarna sagt og við fengum skýring á því seinast þegar þetta ákvæði var lagt fyrir að þjóðareign þýddi allavega fyrir eins og ég skildi ævarandi ríkiseign, að segja eitthvað sem í eigu ríkisins en það má ekki selja það. Nú ævarandi þjóðareign þýðir þá ævarandi ríkiseign og það gott að það sé þá tekið nógu skýrt fram en ég velta fyrir mig hvernig þetta væri ef að þarna stæði þá ekki ævarandi en þetta líka einn af þessum hlutum sem Aðalheiður gerir athugasemdir við
og ekki hefur verið tekið tillit til. Nú, þarna talað fullt gjald og það auðvitað svona, veit nú ekki alveg hvað það þýðir. Það hefur verið vísað til annars staðar í stjórnarskrá sem talað fullt gjald við allt aðrar aðstæður. Þar verið að tala eignarnám og þá ákveðin nefnd sem kemur saman og dæmir oft svona á einhvern veg og oft það þannig að það ekki endilega einhver nálægt þeirri tölu sem sá sem verið að taka eignuna af telur vera. Þannig að ég er ekki vissum að fullt gjald sé eitthvað rosalega gott hugtak til þess að nota. Mér hefur oftast þótt vera þannig að þegar þarf að setja eitthvað lýsingarorð framan á gjald eða verð, þá oftast þýðir að andstætt það sem lýsingarorð Til dæmis, þegar við talum sanngjarnt verð fyrir þjónustu, þá meinar oftast verð sem allt of hátt eða allt of lágt. Til dæmis sem vilja fá sanngjarnt verð fyrir einhverja þjónustu sem þeir gera, þá vilja menn fá verð sem hærra heldur en það sem neytandi til að borga og ef neytandi vill fá einhverja vöru á sanngjarnu verði, þá meinar hann oftast að hann vill fá hana miklu lægra verði heldur en sá sem selur vöruna vill láta hann af hendi. Ég er ekki viss orðið fullt gjald bæti þarna nokkru við og myndi nú leggja til að þarna stæði einfaldlega gjald eða eitthvað slíkt sama. Þarna er það óafturkallanlegt forræði, þetta er aftur eitt af því sem Aðalheiður gerir athugasemdir við og það er fjölmörg dæmi slíkt orðalag þar sem sérfræðingurinn telur að það sé nota alltaf hátíðlegt og óskýrt orðalag sem ekkert. En lítið tillit hefur verið tekið til og ég velti fyrir mér hvers vegna það er. Ákvæðum dýravernd athugasemdir þar þetta sama meiði og athugasemdir Náttúru Íslands. Það verið að færa ákveðin réttindi inn í dómsal en þó þetta náttúrulega kveðið mun sterkar orði til dæmis heldur en margir aðrir hafa lagt til. Þarna náttúrulega lagt til virðing fyrir öllum lifandi verum og þær þetta margar og örverur og ég vil ekki gera lítið úr þessu að hæðast að nefndinni en það þetta kannski erfitt að fylgja þessu virkilega eftir að miða alla lagasetningu við virðingu fyrir örverum og plöntum og öllu slíku. Hér verðum við bara að setja fram hluti sem ganga upp og setja inn almennt ákvæði sé þess vilji fyrir sem kveður á dýravernd og bann við það að dýr séu beitt óeðlilegum þjáningum og svo framvegis en kannski ekki að lofa hlutum sem engin fræðilegu möguleiki gera að maður geti staðið við eins og virðingu fyrir örverum. Nú ég hef ekkert fleira við þetta bæta, margar af þeim tillögum sem eru í fremri kaflanum hafa verið lagar í samræmi við ábendingar fræðimanna. Helst hef ég athugasemdir við eins og ég hef kannski haft áður við þá glausum að stjórnvöldum ber að verða öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Veit ég hvort ég hafi komið þessu framfæri á ráðsfundi áður en mér finnst nú frekar að ég myndi nú frekar vilja hafa færri þjóðkirkjur heldur en fleiri. Og þetta þetta bara ef var verið að færa sömu vernd og í dag hvílir á þjóðkirkjunni þá náttúrulega verið að stækka og ég myndi frekar vilja að þetta ákvæði færi út. En eins og ég segi, nefndin hefur tekið tillit allavega framan til ýmissa athugasemda sem gott en ég persónulega treysti mér ekki til að bera ábyrgð á tillögum í heild sinni sérstaklega í kaflanum auðlindir og náttúruvernd og myndi sitja hjá í atkvæðagreiðslu um þessu mál. Takk.